Let's go. Og við siglum inn í síðasta hlutan af þessum þætti og það er komið að nemandanum núna að segja frá sinni hlið á þessu námi og hingað til mín í setti er komið hann Kristinn, velkomin. Takk fyrir það. Ef þú segir okkur aðeins svona þín leið inn í þetta nám, hvernig endaði þú þarna? Herðu, fyrst og fremst er ég náttúrulega rosalega mikill íþróttamaður, íþróttaaðdáandi og hef stundað íþróttir allt frá unga aldri og ég byrjaði síðan að fara suður af því það var bara íþróttafræði þar, fór í HR og svo leið ég sá auglýst að þetta nám var að byrja hér á Akureyri, þá var ekki spurning annað heldur en bara að drífa sig aftur heim og fara í þetta hér. Og Akkurat. Þú ert mikill gönguskíðagarpur og hefur þín áhugasvið náttúrulega innan íþróttanna en í þessu námi þarftu að glíma við alls konar íþróttir sem þú kannski varst ekki búinn að prófa áður. Já, algjörlega. Eins og segir ég mikið á skíðum. Það var svo sem eina ástæðan líka sem ég kom aftur norður, að vera nær fjallinu. En svo líka í þessu námi fær maður að kynnast alls konar greinum. Bæði þekktari greinum eins og fótbolta og handbolta, en svo líka fær maður fyrir tennis, glímu, júdó, maður fær fyrir hockey og ýmsar aðrar greinar sem kannski svona almenni félaginn fær ekki að prófa alltaf sko. Akkurat. En þú þarft ekki bara að prófa þér heldur, ert þú líka með æfingar í alls konar greinum líka? Já, algjörlega. Það er mesta snilldin við það. Maður fær að prófa og maður fer svolítið djúpt í þetta á skömmum tíma og svo er manni hent bara út í djúpu laun og maður hvað sem er settur upp með kennslu eða æfingu fyrir þá yngri flokka í þeirri grein, þannig maður fær að kenna líka. Það er algjör snilld. Akkurat. En hvernig svona þín upplifun af þessu að blanda saman íþróttakjörsviði við kennaranámið? Hvernig fílar þú þetta? Fíla þetta rosalega vel. Það er rauninni gulrótin í þessu. Að koma rauninni með 2 gráður í eina. Þú fær rauninni bæði réttindi til þess að vera bekkjarkennari og svo fær líka réttindi til þess að vera íþróttakennari, bæði hjá sund- og leikfimikennslu. Þannig rauninni fær fáránlega gott tilboð út úr þessu. Og þetta er bara eina aðalástæðan fyrir mér að fá bæði út úr 1 gráðu. En þú er kannski ekki skráði í bara kennaranámi? Nei, rauninni ekki. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég hef ekki gert það. Af því að áhuginn minn liggur þarna og ég vil fá íþróttakennslu og með það sem maður heyrir í dag að íþróttakennari ekkert að endast rosalega lengi út á markaðnum í einu að gott að geta að vera með bæði upp og geta að blanda þessu saman. Akkurat, og getur þá líka sótt stöður víðar þar sem kannski íþróttakennarastaðan er ekki full staða? Já, algjörlega. Og það er til dæmis kannski í þessum minni bæjarfélögum í kringum okkur að íþróttakennarastaðan er kannski bara 60-70% eða eitthvað slíkt. Þá þarf maður að vera með bekkjarkennslu upp á móti til að ná í 100% og þá er þetta rosalega flott gráða. En hvernig er það sko? Ef ég væri settur núna í það að fara að kenna 5-leikatíma og veist, hvernig gengur þetta? Þú ert náttúrulega búin að fá kennslu fyrir, eins og í 5-leikaáfangunum okkar. Það voru búin að vera einhverjar 5 vikur í 5 leikum og ég sjálfur er sennilega styrrasti maður á Akureyri, ég næ ekki tærnar. En að 5 vikunum loknum þá er ég samt komið þann góðan grunn að ég gat verið með á æfingu og gat verið með part af æfingu. Ég var ekki einn með annars ásöðu en við vorum saman í hóp og ég stjórnaði þarna einni stöð fyrir 5-leikastelpur og meðal annars teygjukennslu sem var mjög fyndið af því að ég náði ekki sjálfur í tærnar. En svona starf íþróttakennarans, nú hefur það breyst rosalega mikið, það kannski fór eftir í einu sinni hvaða kennari var, hvaða íþróttagrein var hafð svona að markmiði. Hvernig er þetta í dag? Í dag er þetta miklu fjölbreytt, það er komið meiri kröfur. Kannski þekkja allir sem kannski á eitthvað slagið 30 eins og við tveir allavega. Þeir þekkja að það var kannski gömul fótboltakempa eða handboltakempa sem var að kenna íþróttir í gamla daga og þá var bara handbolti eða fótbolti og þá var kannski helmingurinn yfirleitt strákarnir rosalega ánægðir allan veturinn að komast í íþróttir og meðan kannski fleiri sátu bara á bekknum og voru fúlir eða fúlar. En í dag snýst þetta rosalega mikið að gera öllum til hæfis og þetta þarf að vera skemmtilegt og það þarf að virka alla og þetta er kannski svolítið öðruvísi heldur en kannski bara bókleg kennsla því þú þarft það sem kannski í stærðfræðikennslu það geta ekki allir verið glaðir í stærðfræðikennslu en þarna til þess að allir virkist í íþróttakennslu þá þarf þetta að vera gaman og það er rosalega skemmtilegt challenge að vera með þrautir eða leiki eða slíkt og markmiðið að hafa alltaf gaman. Það er ógeðslega sniðugt dæmi. Þetta er kannski einhver punktur fyrir stærðfræðikennarann að taka inn í kennsluna að markmiðið verði allir sér glaðir. Já, í rauninni. Það verður kannski einna helst bara að blanda þá bara hreyfingu við, sko. Það væri bara, 5x5 og 25 arbeiður, það væri kannski gaman, sko. Já, akkurat. En svona þú hugsar þessa menntun sem þú ert að fá út úr þessu, geturðu tekið þetta og farið út í að þjálfa eitthvað sérhæft eins og bara það að þjálfa knattspyrnu eða er þetta meiri svona grunnur til þess að byggja eitthvað ofan á? Ég myndi halda að þetta væri í rauninni góður grunnur, en þú gætir kannski farið og kennt eitthvað sérhæft, en sjálfsögðu ef þú ætlar að fara í eitthvað sérhæft þá kannski myndir þú sérhæfið ennþá meira. Ef við tökum fótbolta sem dæmi, þá myndir þú kannski taka þetta og hérna lærirðu í þessu námi hvernig er gott að kenna, hvernig við byggjum þetta upp, hvernig er að miðla þekkingunni í rauninni
og svo myndur þú kannski fara í KSÍ þjálfarastíðin, taka það stig 1, 2 og 3 og svo framvegis og fá meiri sérþekkingu þar að þetta er rauninni rosalega almennt af því hérna er verið að kenna hvernig er verið að kenna greinina fyrir börn og unglinga kannski en ef þú ætlar að fara eitthvað lengra í þjálfarastíðan þá eflaust átt að fara meiri sérþekkingu. Akkurat. En þetta snýst svo mikið að því þetta er sko munurinn á þjálfara og kennara, hann er kannski ekkert svo mikill. Þetta er allt saman kennsla og þú ert ekki bara að setja einhverja braut til þess að fara, heldur ertu að kenna krökkunum bara hreyfingu, andlega þáttinn, næringu, bara allt heilbrigt líferni í rauninni. Já, algjörlega. Og þetta spilar inn í svo margt. Þetta er svo grein sem hjálpar til við bóklega kennslu. Þú ert að kenna bæði leikum og sund þannig að fá krakkarnir ákveðna útrás. Þannig að maður geta kannski verið rólegri í bóklegum tíma þar á eftir, en þetta er svo víðtækt. Ég ætla að fá vitni hana Röggu, sundkennara, hún kenndi mig líka. Íþróttir eru bara lífið, þetta býður undir svo margt. Þetta er algjör snilld. Akkurat. En svona, ef þú hugsar þetta út frá fleirum, sko, hendar þetta öllum? Ef ég er ekki með neinn íþróttabakgrunn, get ég samt komið í það? Já, algjörlega. Fólk kemur öllum greinum. Og það var með mér í bekk, þá voru aðilar sem var ekki með neinn grunn, ekki mikinn grunn. Og í rauninni getur farið í þetta hvort sem þú ert með grunn í einhverju eða ekki sko. Og fólk er náttúrulega misjafnt. Eins og ég kannski var með einhver grunn í skíðum, ég kunni samt ekkert í klímu eða tennis eða slíkt, eða fimleikum, hvað það heldur. En það gekk samt fínt. Þannig að það er allir með styrkleika, menn geta fundið einhvern hlut í. Akkurat. En ef við drögum út eins og svona þáttinn eins og andlega þáttinn, af því að nú skiptir hann gríðarlegu máli, þú ert að vera svona ákveðin andlegu leiðtogi og geta tekið á ýmsu sem kemur upp á, tekið eftir eineltismálum og svo framvegis. Er lögðu áherslu á þetta í náminu? Já, við förum bæði í þroskaþjálfun og svo tökum við áfanga í íþróttasálfræði. Það sem farir rosalega mikið í hvernig best að greina kannski einstaklingarna áður en að sem slysing gerast, greina eitthvað sem er undirliggjandi eða eitthvað slíkt og reyna að koma í veg fyrir einelti eða stríðni eða eitthvað slíkt. Þannig að það er rosalega mikil áhersla að lögða það líka. En það er í raun ekki þannig að öll pressan sé á þér heldur að leysa eineltismálið. Þetta er alveg kannski að taka eftir og svo geta aðrir tekið við. Já, í rauninni, algjörlega. Og maður tekur bara eftir, reyna að horfa eftir þessu, taka eftir og svo leiðbeinir maður því bara rétt átt. Hvert stefnir þú í þessu? Stefnir á að taka þetta út í einhverja sérhæfða grein eða sérðu fyrir þér meiri svona íþróttakennaran sem er að kenna íþróttir á breiðum grundvelli? Sem er bara fyrir mig bæði sko. Ég eins og staðið núna þá er ég að leiðin í masters í íþróttafræði og það sem ég ætla að fara á í fókus á afreksþjálfun. Þannig ég ætla að fara svolítið lengra í þjálfara námið og reyna að finna út í hvernig er best að þjálfa íþróttafólk sjálft. En aftur á móti ef mann leiðist það þá er rosalega gott að geta leita aftur í þetta og geta farið þá bara í bekkikennslu eða íþróttakennslu líka. Þetta er bæði rosalega skemmtilegt. Margar leiðir og maður sér þetta bara almennt með störfi í samfélaginu. Þetta virðist vera svona þessi átt sem við erum að fara í, að við erum að skipta störf en ekki bara velja ykkur ævistarfi sem við erum í alla ævi. Já, algjörlega. Og þetta námið það frábært að þú getur það er möguleikann að opna. Að þú getur bæði farið í bekkikennslu og svo getur líka farið í íþróttakennslu eða sundkennslu. Þannig að þetta heldur rosalega miklu möguleikum opnum fyrir. Og þetta nám er góður grunnur hvort sem við ætlar að fara í kennslu eða eitthvað lengra í íþróttafræðinni eins og ég er að gera. En þú mælir með þessu? Klárlega. Kristín, takk hérlega fyrir komuna í settið. Takk fyrir kærlega. Og takk áhorfendur fyrir áhrifið í þessum þætti. 40. þátturinn, ekki missa á næsta þætti. Við höldum áfram. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós.